Hvað hét myndin þín? Hún heitir The Macaroon Man eða Makarónumaðurinn. Og hvað fjallaði sú mynd? Hún fjallar íslenska mann sem flytur til London til að selja franskar makarónur. Þetta svona mockumentary, 20 mínútna stuttmynd. Og hvernig fékkstu hugmyndina af því? Ég fékk hugmyndina ásamt félaga mínum sem síðan leikstýrði myndinni og ég framleiddi, ég og Ben Garfield. Hugmyndin var sú að gera skemmtilega mynd íslenskan útrásarvíking sem væri svona svolítið jákvæð og svo datt okkur í huga að það væri kannski spennandi að hann væri að gera eitthvað skrítið eins og að baka svona litlar litríkar kökur eins og franskar makarónur eru. Er þetta fyrsta skiptið þitt á RIF? Nei, þetta annað skipti. Ég var með stuttmyndin í fyrra sem leikstýrði sem heitir Babel, LTT. Og það var bara frábær hátíð, gaman að koma hérna aftur. Ég flaug í dag, mætti hérna 5 mínútur fyrir sýningu og bingo bango. Ég ætla að vera hérna í viku og reyna að sjá ógeðslega mikið bíó. Hvað hét myndin þín? Apology. Og hvað var hún? Hún gerist í grunnskóla og mjög stutt, örmynd. Hvað kveiknaði hugmyndina því? Þetta í raun bara samstarfsverkefni milli leikara og leikstjóra og það sem við vitum svona á nokkurn veginn þráðinn í myndinni og svo vinnum við bara eftir því. Þannig að handritið var aldrei neglt nákvæmlega niður, þetta alltaf bara að vita hvert við varum að fara með söguna. Þú hefur ekkert viljað gefa henni aðeins lengri myndina? Jú, í rauninni þetta hluti af miklu lengra verkefni. En svo bara aðstæður og þegar þú byrjar að klippa þá verður þetta bara einhvern veginn, kemur þetta saman og útkoman þessi mynd. Er þetta fyrsta skiptið þitt á RIF? Þetta í annað skipti sem ég er mynd á RIF en þetta fyrst skipti sem ég er með stuttmynd á RIF. Hvernig finnst þér hátíðin búin að vera núna? Ég rauninni ekki búin að geta mætt neitt á viðburð þannig að það ekki skemmtilega að sleppa því bara að svara þessar spurningu.